Árið 1999 var stofnað félag þjóðlagasetur séra Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði. Það setti sér að markmiði að koma á fót þjóðlagasetri á Siglufirði, halda árlega þjóðlagahátíð í bænum og stuðla að kynningu á íslenskum tónlistararfi. Það var svo árið 2000 sem fyrsta þjóðlagahátíðin var haldin. Hátíðin er nú helgina haldin í 17. skiptið en á dagskráni eru fjölbreyttir tónleikar og námskeið. Þá er Þjóðlaga Akademían, háskólanámskeið íslenska þjóðlagatónlist, einnig haldin helgina og er öllum opin. Þjóðlagahátíðin á Siglufirði er haldin einu svona ári. Hún stendur í 5 daga. Hún er 17 ára í ár. Hún er haldin frá árinu 2000. Upphaflega að fyrsta hátíðin var haldin í samstarfi við menningarborgina Reykjavík 2000. Þannig fór þetta allt saman af stað. Við höfum haft þetta þannig að við höfum bæði íslenska og erlenda þjóðlagatónlist. Það koma gestir víðsvegar að úr heiminum og taka þátt. Og í upphafi hélt ég að það er mjög erfitt að halda svona hátíð á hverju ári, en það hefur ekki reynst. Við höfum verið með hátíðina á hverju ári, við höfum verið með íslensk þjóðlög, en við höfum líka einnig lagt áherslu á það að leyfa fólki að heyra þjóðlög og alþýðutónlist í sinni fjölbreyttustu mynd. Þannig að þetta er ekki bara þjóðlagatónlist í sinni þrengstu merkingu, heldur erum við með alla stíltegundir í rauninni hérna. Þjóðlagasetur Bjarna Þorsteinssonar var opnað árið 2006 og er því 10 ára þessar mundir. Þar má meðal annars sjá á myndböndum fólk víðsvegar af landinu við kveðskap og hljóðfæraleik, auk þess sem eldra fólk segir frá tónlistariðkun í heimabyggð sinni. Við settum að fót þjóðlagasetur á Siglufirði árið 2006 í elsta húsi Siglufjarðar sem heitir Maðdömuhús. Í þessu húsi bjó Bjarni Þorsteinsson, þjóðlagasafnari, fyrstu 10 árin sem hann bjó á Siglufirði. Hann var samtals 50 ár í bænum, prestur og pólitíkus og þjóðlagasafnari og mjög frægt tónskáld á sínu tíma á Íslandi. Hann var fyrsta tónskáldi sem gaf út lögin sín á prenti hér á landi. Hann kemur til Siglufjarðar kringum 1888 og býr í þessu hérna húsi fyrir aftan okkur í 10 ár. Og þjóðlagasetrinu er ætlað að sýna þjóðlagaarfinn á sem svona skemmtilegastan hátt. Við byrjum árið 2005 að kvikmynda fólk allt land á öllum aldri, syngja, kveða, spila á hljóðfæri og síðan byggum við þetta þannig til að við settum þetta saman í kippur, þannig að fólk kemur inn í þjóðlagasetrið og getur fræðst rímnalög, það getur fræðst hljóðfæratónlist, það fer þá inn í herbergin, mismunandi herbergi og fræðist mismunandi tónlist. Og þetta er allt bara fólk, venjulegt fólk, almenningur að syngja og kveða á öllum aldri. Og það var náttúrulega kappsmál þegar við byrjuðum að safna árið 2005 að ná þeim sem voru elstir og sem hefðu alist upp í gömlu þjóðlagahefðinni á Íslandi. Og þannig að við mistum ekki af þeim. Og auðvitað vorum við búin að missa mjög mörgum, en við náðum samt í fjölmarga sem ólist upp í gömlu hefðinni. Og svo er líka að koma ungt fólk sem hefur tileinkað sér íslenska þjóðlagaarf og við hefum haldið áfram að taka upp eins og fjárhagurinn hefur leyft. Þannig að það er alltaf eitthvað að bætast við í safnið á hverju ári. Þeim sáan þetta gera, þótti gamli karlinn vera, furðulítið frændrækinn. Kláus fór í kollu leitið, keifaði út 10 sveitir, en kattetrið enga fann, sér hver manna hvað sem heitir. Markmiðið með þessu er einfaldlega að vekja athygli á íslenskum tónlistararfi. Þegar við byrjum þetta starf í kringum árið 2000, segjum sem svo að það fór mjög lítið fyrir íslensku þjóðlagaarfi. Og ég er sjálfur tónlistarmaður og var við námi í Ungverjalandi í 4 ár. Þar skiptu ungversku þjóðlögin gríðarlega miklu máli í öllu tónlistaruppeldi og ég spurði mig hvers vegna höfum við ekki notað íslensku þjóðlögin í sama tilgangi. Og svo gerðist ég leiðsögumaður hér seinna á Íslandi og ég tók eftir því að því ég var að segja erlendu ferðamönnum frá íslenskri menningu og þar á með íslenskri tónlist að það var ekkert efni til. Þannig að fólk gæti heyrt hvernig hljómar íslensk þjóðlagatónlist í sinni upprunalegu mynd.
Og þá kom ég hingað á Siglufjörð, ég er nú fæddur hér og ólst hérna upp svona á sumrin hjá mömmu minni. Þannig að ég þekkti fólk hérna á Siglufjörði og ég kom og talaði við þetta fólk og spurði af hverju takið þið ekki þjóðlagaarfinn upp á ykkar arma. Það er, hérna var Bjarni Þorsteinsson, bjó hann hérna og þið ættið að taka hann upp á ykkar arma og vera með þjóðlagahátíð og þjóðlagasetur. Og þessari hugmynd var tekið ágætlega nema hvað þeir báðu mig að hrinda henni í framkvæmd. Og þannig sem sagt flækist ég inn í þetta allt saman að hefja koma þjóðlagahátíðina á fót árið 2000 og við keyptum þá sama ár húsið sem stendur hérna fyrir aftan okkur, Maðdömuhúsið. Það var þá íbúðarhús, elsta hús Siglufjarðar og í samráði við fjárlaganefnd og við húsafriðunarnefnd gerðum við þetta hús upp eins og það var talið að hafa verið upprunalega. Það er til myndir af húsinu að utan, ekki að innan, en herbergjaskipan er svona nokkurn veginn, liggur nokkurn veginn ljós fyrir í þessum gamlu norsku húsum. Þannig að þetta var sem sagt bolti sem fór að rúlla og ég held að okkur hafi tekið svona á margan hátt að vekja íslenska þjóðlagið svona svolítið af dvala og núna þetta starf okkar hefur skilað því að ungt fólk er miklu jákvæðara gagnvart þjóðlögunum, finnst okkur. Það er ekki púkó eða asnalegt eða leim að takast á við þjóðlögin. Þetta er bara æðislegu tónlistararfi sem gaman er að takast á við. Þannig að ég held að þessum tilgangi okkar að vekja athygli á þjóðlögunum og vekja þau til lífsins á ný, að ég held að það hafi nokkuð gengið upp hjá okkur. En auðvitað er þetta endalaus barátta. Nú er hátíðin haldin núna helgina í 17. sinn og við hverju mega gestir búast? Gestir mega búast við fjölbreyttum tónleikum. Það eru þrennir tónleikar á kvöldi og svo alla helgina, sérstaklega á laugardeginum, eru tónleikar frá 2 til miðnættis á mörgum stöðum. Og tónleikarnir eru haldir á mismunandi stöðum hérna. Það eru Síldarminjasafninu, Siglufjarðarkirkju og veitingastöðum og þetta er tónlist sem spannar inn allt litróf tónlistarinnar. Best hann munir